Þetta hús sem gamli kennaraskólinn verður þjónustu og þekkingamiðstöð hvað varðar ofbeldi og við erum auðvitað að vinna með minningarsjóði Bryndísar Klöru þannig að við erum kannski fyrst og fremst að einblína núna á ofbeldi við börn en síðan í samvinnu við Landspítalann þá verður hér líka þjónusta hvað varðar fullorðna eins og móttaka vegna heimilisofbeldis. Þegar að formaður sjóðsins, Guðrún Inga Sigvertsen, kom að máli við mig, þá vorum við nýbúin að vera að ræða þessi tvö verkefni sem skimun fyrir ofbeldi meðal barna og síðan móttakan á Landspítala sem að vantaði kannski húsnæði fyrir. Við vorum nýbúin að vera að ræða þetta mikið í ráðuneytinu þannig að þá kviknaði sú hugmynd og svo kom nafnið bara 2 dögum síðar og húsið kannski 2 mánuðum síðar, þannig að þetta fór bara mjög vel af stað allt. Minningarsjóðurinn raunin var stofnaður bara stutt eftir andlát Bryndísar Klöru og markmið með sjóðunum var að auka samkennd í samfélaginu og við fljótlega fórum við að huga verkefnum sem við gætum veitt lið og úrvarðað við fórum á fund heilbrigðisráðherra og spurðum hvað getum við gert vegna þess að við vorum svona að horfa á það ofbeldi sem er í samfélaginu og hvernig við getum vernda börnin. Tilefnið auðvitað gríðarlega sorglegt og það var eiginlega tvennt árið 2024, það var annars vegar að koma út skýrsla á vegum ríkislögreglustjóra ofbeldi meðal barna og hins vegar þetta hörmulega atvik á menningarnótt og þá voru teiknaðar upp fjölmargar aðgerðir til að sporna gegn ofbeldi og síðan hefur þetta mál liðina viku Bakkakotsmálið minnt okkur enn frekar á þá meinsemd sem að ofbeldi gegn börnum í samfélaginu og Bakkakotsmálið hefur líka sýnt okkur hversu djúpstæð áhrif þetta hefur á einstaklingin og hvað brýnt að reyna að finna þessi börn snemma og beita þessum snemmtæku íhlutunum og áfallameðferð. Sjóðurinn fékk alveg ótrúlega mikinn stuðning og við fundum bara mikinn meðbyr þannig að við getum hugsað stórt. Þannig að þegar við byrjum að tala um að eitthvað svona hús þá náttúrulega fórum við bara á fullt og við stoppum ekki fyrir að koma hérna í dag. Ég held að mjög lengi hafi ofbeldi barna verið ansi falið vandamál og það hefur verið dreift kerfið ýmis þjónusta í gangi en kannski út af því við erum svo lítið land höfum við ekki alveg verið að safna sérhæfingunni á einn stað og þetta getur verið fyrsta skrefið til að verða betri. Með því að við fáum að nýta allt húsið fyrir þjónustu Landspítala og setja líka alla aðra áfallavinnu sem við erum með á spítalanum inn í sömu byggingu þannig hér verði áfallamiðstöð þá erum við að styrkja alla þjónustuna. Við erum lítil þjóð, við erum með takmarkaða gengi að starfsfólki með því að púla allt saman og byggja hérna upp öflugt þekkingasetur þá græða allir aldurshópar á þessu, börn sem og fullorðnir. Þannig hér verður bara áfallamiðstöð.